Ráðamenn í Pakistan ætla að endurskoða öll samskipti við Bandaríkin og Atlantshafsbandalagið eftir að 30 pakistanskir hermenn féllu í loftárás NATO í gærkvöld. Yfirvöld í Pakistan stöðvuðu í dag alla birgðaflutninga NATO til Afganistan. Yfirvöld í Pakistan segja að allt að 26 hermenn hafi fallið í árásinni sem gerð var í gærkvöld á varstöð hersins nálægt landamærunum við Afganistan í Mómand héraðinu þar sem afganskir hermenn og liðsmenn fjölþjóðahersins í Afganistan höfðu lent í átökum. Air Force was called into this activity and we have to look into the situation, what actually happened on the ground. Talsmenn Atlantshafsbandalagsins viðurkenna að árásina hafi mjög sennilega valdið dauða pakistansku hermannanna. Spenna hefur verið í samskiptum Pakistans við vestræn ríki að undanförnu. Árásin í gær virðist hafa verið kornið sem fyllti mælinn. Í dag stöðvuðu yfirvöld í Pakistan alla birgðaflutninga NATO yfir landamærin til Afganistan. Fjölþjóðaherinn þar fær helming sinna birgða þessa leiðina. Bandaríski sendiherrann í Islamabad var í dag kallaður á fund yfirvalda þar og nú undir kvöld tilkynntu ráðamenn í Pakistan að tilstæði að endurskoða öll samskipti við Bandaríkin og NATO. Þau vilja að Bandaríkjamenn yfirgefi Shamsi flugstöðina í norðurhluta Pakistans sem talin hafa verið bækistöð fyrir ómannaðar árásarvélar Bandaríkjamanna. Pakistan को बड़े challenges दरकार हैं। इस वक्त भी सवेरे 9 बजे पाकिस्तान पे हमला था, पाकिस्तान दी सालमियत हमला था और पाकिस्तान दी खुद मुख्तारी ते हमला था।